Danni kom inn á í markið hjá FH á lokakaflanum og fór hreinlega á kostum og var, já, kannski aðalástæðan fyrir því að þessi leikur var æsispennandi í lokin. Það er bara algjörlega. Það er bara frábært að sjá hans innkomu og bara ekki síður bara gott fyrir hann sjálfan sem hefur verið bara svolítið svona sveiflukenndi kannski frammistaði í vetur. Kemur hann inn síðustu 10 mínútur, hann er með sko 6 bolta af 10. Hann kemur FH bara inn í leikinn. Bara 100%. Þú veist, það er nánast þannig því að þeir voru ekki öflugir sóknarlega á þessum tíma. En hann bara ver þarna. Sko, Jón hefur náttúrulega verið flottur fyrir FH. Er FH með 2 bestu svona tvíeggið í deildinni? Já, það sko, ef þetta er svona, veist, Jón var frábær, var bara flottur og svo dettur hann aðeins niður og ef þetta er þannig að Daniel kemur inn á og vegur svona rosalega upp á móti. Þetta snýst líka að vega hvernig hann upp að ef þú dettur niður, næsti kemur inn og þá nær það að vega upp framistöðuna og auðvitað ef þeir bjóðu upp á þetta þá held ég að já, það er alveg hægt að segja það. Ég held að sé líka, sko, Jón Þór er með eina bestu prósentumarkvörslunni í deildinni. Hann er, held ég, ef ekki þá bestur, hann er bestur og næstbestur í deildinni og þá ertu með Daniel Frey Andrésson bakvið hann, þannig að þú verður að tala um þetta sem eitt af bestu markvörslunni. Ómar Darri, hann sko var frábær svona sérstaklega í fyrri hálfleik. Já, þetta er bara, ég finnst þetta bara svakalega flottur strákur, bara ótrúlega öflugur, góð skytta, góður í gegnumbrotum og bara einhvern veginn er að taka skarið. Ég meina fyrstu 40 mínúturnar er hann alveg frábær. Dregur aðeins af honum síðustu 20 sem kannski er eðlilegt og ég meina fyrstu 40 er hann ekki með neitt tapaðan bolta og einhver 5 mörk og góða nýtingu. Svo dregur aðeins eins og ég segi af honum en hrikalega flott og góð frammistaða hjá honum í þessum leik og þetta er bara einn af þessu spennandi drengjum að fylgjast með í vetur. Gaman að sjá alvöru skyttumark, sko. Hann er svo, pappans minnistundum á Sigurgeir Árni, hann hafi verið alvöru gamaldags skytta sjálfur, sko. Já. Það er gaman að sjá þegar þessi lyftir sig upp á bombunum af 9 metrunum, sko. Já, ég meina, þú veist, 9 og 10 maður hefur síðan takið þetta alveg skriðinu fyrir utan punktalínu og hamra bara eins og þetta og í kontakt. Frábær skytta. Það verður gaman að fylgjast með hann.